og þegar við farið yfir korvöðana, þannig að oft þegar maður myndi segja hvað eru korvöðar, fólk myndi giska á, myndi segja bara kviðvöðun eða eitthvað svoleiðis, sumir vita ekkert. Ef ég spurður að því hvað er korvöðar, myndi segja allir vöðvar líkamans eru korvöðar. Af hverju? Þegar þeir hjálpa við að mynda stöðugleika alls staðar. Kannski ekki alveg 100% rétt en nokkurn veginn rétt. En aftur með það sem við ætlum að tala um núna er kannski miðsvæðið, hvernig við getum virkt það. Þannig að fyrst og fremst þá þurfum við að læra að virkja rassvöðvann og læra að virkja djúpu kviðvöðvana. Og svo þriðja atriði, þá kannski myndum við vilja læra að virkja grindarbólsvöðvana. Ef við kunnum það, þá mun það hjálpa okkur að virkja hina vöðvana. Þannig að ef við erum rosalega góð hérna í djúpu kviðvöðvanum að virkja þá og spenna þá, en getum ekki spennt rassvöðvana, þá erum við í slæmum málum líka. Það er mjög mikilvægt að læra að virkja rassin. Ef það er einhver vandamál þar og getur ekki, ef það er erfitt með að spenna rassinn, fá góða virkni í hann, þá þarf að tækla það vandamál. Og að sjálfsögðu líka djúpu kviðvöðva. Þannig að þetta helst svolítið saman. Þannig að ef það er vandamál, þá þarf bara að gera, ef það er rassvandamál, þá er erfitt með að spenna kviðin, að spenna rassinn, að þá getur verið, einhverja geinfondæfingar, það er eitthvað sem það bara að finna út úr eða fá þjálfun fyrir. Annað kviðvöðvana, þá er það alltaf í útöndun. Þannig að ef ég fer hérna í 4 fætur, læt kviðinn alveg bara droppa niður, þannig að sjáu strekkja bólnum, þannig að kviðurinn fer svo niður og svo í útöndun, þá fer naflinn inn. Núna spenni ég kviðvöðvana, djúpur. Þannig að naflinn fer í átt að hrygg. Eða, ef við gerum þetta á bakinu, þá setjum við bara höndina hérna á, slökum á og svo tæm ég. Þannig að ég eiginlega ryk svo allt loftið út úr kviðnum. Og þið finnið þá að það er allt hart hérna, án þess að svo að vera eitthvað að spenna kviðvöðvana sjálfa. Þannig að ef ég er í planka, þá vil ég gera allan þetta tvennt svo grindarbólsvöðvana með. Þá vil ég spenna rassinn og ég vil draga kviðinn inn. Ég vil ekki hanga hérna er ég ekkert að gera neitt annað en að fá spennu í mjóbakið. Þannig að við viljum passa upp á það. Ef ég gera hnébögur, gera réttstöðu, fremsti, alveg saman hvaða æfingar, armbögur, þá þarf maður að nota þessa vöðva. Maður kemst ekki hjá því. Því sterkari sem þessi vöðvar og virkari, því ómeðvitaðra munið gera þetta. Þannig að markmiðið er að gera þetta, vera með það virka og sterka vöðva, þannig að við þurfum ekki að hugsa þetta meðvitað, að spenna rassinn og spenna djúpu kviðvöðvana. En stundum þarf maður að gera þetta í smá tíma, spá aðeins í þessu, til þess að breyta aðeins mótorhreyfingu líkamans. Þannig að því fara að gera þetta ósjálfrátt. Ástæðan fyrir þessu af hverju við viljum mynda stöðugleika á þessu svæði, það er bara einfaldlega út af því að mjöðminn og svo hryggjarliðarnir, að þegar fólk er að gera kviðkreppur eða jafnvel réttstöðulyftur, hnébögur, að það er að yfirfetta bakið og það bognar alveg rosalega í bakið. Það er að læra það að mynda stöðugleika í miðjunni, þannig að hryggjarliðarnir séu ekki að bogna og fettast alveg til skiptis eða jafnvel að snúa eða rótleikast. Þannig að þetta er alveg rosalega mikilvægt. Þegar maður nær að kveikja þessu vöðvum, þá gerist þetta ekki. Ef aftur á móti þetta er vandamál, þetta er að gerast, þá er meiri hætta á því á jafnvel brjósklos eða eitthvað svona alvarlegri bakmeiðsl. Af hverju er það? Einfaldlega út af því að það er bara komið mikið álag á þessa vöðva. Það er sem sagt ekki djúpu vöðvana heldur, til dæmis á stóru erector spinal group, að þeir eru byrjað að yfirspennast, þeir eru byrjað orðnir of dominant, þannig að þeir eru að yfirspennast og svo eru að vera að fettast og bogna.
Þannig að þeir verða of sterkir ef eitthvað er. Þannig að við viljum þá læra að spenna rassinn meira, þess að draga úr álagi á þessum vöðvum, læra að spenna djúpukveðana betur til þess að mynda stöðugleika á móti bakinu. Okay.